Komið þið sæl. Það var nú fremur hlýtt hjá okkur í dag en hiti fór í tæpar 13 gráður í Skaftafelli og annars hefur verið svona hitinn 8 til 10, 11 stig mjög víða hérna á sunnan og vestanlands og á Suðausturlandi en heldur svalara fyrir norðan. Þar var einnig meiri úrkoma og þá sérstaklega á norðvestanverðu landinu og norðanverðu ströndum. En þetta þá þróunin hjá okkur svona þangað til annað kvöld og við sjáum þessar tvær lægðir hér annars vegar fyrir austanland og hún ætlar að fara svona til vest-norðvesturs fyrir norðanland og svo hinn sem fylgir svona í kjölfarið og það svona saman beina þá líka streng suðvestan streng hérna inn á meginlandið og við förum betur yfir það á eftir og svo þessi hér sem hérna sunnan við en það eru leifar á fellibylnum Melissu en hefur nú óttalega lítil áhrif hér á landi. Kemur einhver rigning á þriðjudaginn frá henni suðaustanlands en það eiginlega upptalið. En við skulum þá líta hér á hitasviðið og það svona alveg sæmileg hlýindi en nú þegar það hefur farið að tekja að lægja hér víða sunnan til að þá hérna nú alveg viðbúið að gæti fryst í kvöld og í nótt og verið svona býsna lúmsk hálka þegar það gerist. En að öðru leyti þetta ágætis veður svona miðað við árstíma. En við skulum þá líta hér á þróunina fyrir Íslandi í kvöld, nótt og í fyrramáli og við sjáum þessa úrkomu sem þá bundin nær eingöngu við norðvestanvert landið en í fyrramálið þá kemur hér bakki úr norðri og ýtir sér inn á land og hann nær nú ekkert nema svona svolítið inn á norðanvert landið, það nær nú ekki mikið en hér syðra hins vegar mun betra og nánast alveg þurrt. Og hitatölur þá hádegisbil á morgun gætu verið þetta svona á þessu róli, þetta eru svona 3-4-5 gráður fyrir norðan og einhverju 2-3, kannski 4 gráðum hlýrra þá hér syðra. Og ef við förum svo þá og keyrum þá frá veðri frá hádegi á morgun til mánudags, þegar við sjáum þá þessi bakki verður viðloðandi svona fram á annað kvöld sérstaklega en einn og mest úrkoma verður þá áfram svona á norðanverðu ströndum einkum en að öðru leyti þá verður mjög lítil úrkoma á landinu og býsna fallegt veður hér annað kvöld, fyrirgefið á mánudaginn og bara svona hið ágætasta veður. Hitatölurnar hins vegar svolítið lágar, sérstaklega var nær að frysta, sólin frekar lágt á lofti þannig að það tekur tíma fyrir hann að ná sér svona almennilega á strik. En þróunin síðan þá áfram yfir til þriðjudagsins það að þessi bakki kemur hér og þetta eru leifarnar af Melissu eins og áður sagði og ganga nú til þess að gera hratt yfir og skilja nú ekki eftir sinni einn varanleg spor hjá okkur. Og svo þá hitastigið á þriðjudag, það svona fer þá aðeins að hækka aftur en þó þriðjudagurinn óttalega svipaður og mánudagurinn nema úrkoman verður þá einhver bundin við austanvert landið á þriðjudag. Og síðan á miðvikudag svona úrkoma hér og þar, þetta nú svona þá hefur enn hlýnað örlítið nokkra gráður, svona 2 til 8-9 gráður á miðvikudag, þannig það ágætasta veður á landinu, einhverjir smá svona bleitublettir, helst að sjá að það svona einna myndarlegasta úrkoman hérna á suðvesturhorninu en að öðru leyti þetta ósköp saklaust. Förum þá yfir til Evrópu og eins og áður sagði þá þessar lægðir hér miðjan dag á morgun að ýta þessari vestanáttinni inn á land og það mjög vætusamt í svona norður- og vesturhluta álfunnar. Það einna helst hér í suðausturhlutanum sem svona sæmilega bjart og gott veður. Ítalía með einhverja skúraleiðingar og sama skapi hæð hér svona að síga hér yfir Íberíuskagann og það mun þá svona verða rólegt og ágætlega hlýtt veður á þeim slóðum. Kanari hins vegar, þeir verða hins vegar í mun betri málum, það bjart og hitinn svona öðru hvoru megin við 30 gráðurnar og ef við svo höldum vestur hafað þá óttalega lítið að vera þar. Það svolítið lægð hér við Seattle og einhver úrkoma þar og sama að frétta hér norðan við Winnipeg, það smá lægð sem stefnir á Hudsonflóa og gerir lítið af sér, einhverja smá skúraleiðingar á Flórida en að öðru leyti þetta ágætasta veður í álfunni. En við skulum segja þetta gott að veðri í kvöld, verið sæl.